En næstur á dagskrá hérna Daði Már Kristófersson, prófessor við Háskóla Íslands og hann ætlar að fjalla hagræna stöðu skógarauðlindar á Íslandi. Takk. Góði gestir, ég var nú svolítið hissað þegar Bjarni Diðrik hringdi mig og bað mig að koma vegna þess að það er yfirleitt ekki þannig að ég sé beðinn að koma sem skemmtiatriði neins staðar og síst af öllu þegar mér úthlutað titli eins og þessum. Hins vegar segi ég eins og Trausti hér á undan mér að það læðist að mér sá grunur að þessi ráðstefna sé einhvern veginn skipulögð vegna þess að það bara vill þannig til að þetta erindi passar eins og flís við rass aftan við það sem að Trausti sagði sem passaði eins og flís við rass aftan við það sem Hrefna sagði og svo framvegis og svo framvegis. Erindi gæti auðvitað verið óskaplega stutt. Þetta eru hagtölurnar fyrir skógræktina og auðvitað beinist þetta línrit fallega upp á við, en hlutfallið af vergri landsframleiðslu er ekki sérstaklega merkilegt. Þannig að í röð atvinnugreina þá er þetta nú ekki mjög merkileg atvinnugrein, en tilfellið er eins og margoft hefur komið hér fram og raunar sló nú bæjarstjórinn eða verðandi borgarstjóri Akureyrar ágætlega upphafið að þessari umfjöllun, er arður af skógrækt og þá kannski sérstaklega í skóglausu landi mun fjölbreyttari heldur en bara það sem mælist í vergri landsframleiðslu og raunar er það þannig að Arnór sýndi nú á niðurstöðu sem ég ætlaði að víkja að líka. Ég vissi ekki að maður fengi tímabónus fyrir að nefna Heiðmörk en ég mun nefna hana ítrekað í þessum fyrirlestri og gerir ráð fyrir ríflegum bónus fyrir það. Tilfellið er nefnilega að skógar eru auðvitað flókin vistkerfi og að þegar við nálgumst mat á náttúruauðlindum eins og skógum að þá þurfum við að reyna að átta okkur á hver þessi þjónusta er og megnið af þeirri þjónustu sem við hljótum frá vistkerfum jarðarinnar er ekki hluti af mældri landsframleiðslu en samt sem áður ákaflega mikilvægur. Það gleymist oft í umræðinni að hagkerfið, þetta sem að Hagstofa Íslands heldur utanum og heldur gögn utanum, er einungis hluti af því sem svona skiptir okkur máli mennina sem er síðan bara undirkerfi í lífkerfinu. Og hér er mynd sem ég fann nú bara á netinu en er sérstaklega ætluð fyrir skóga og sýnir 4 meginflokka þjónustu vistkerfa skóga. Og Arnór fór hérna ágætlega yfir timburvirðið en benti á, áður en hann fór að tala um það, að það væri einungis brot af heildarvirðinu og að það sem kallað er hérna menningarþjónusta sem Hrefna nefndi einnig og réttilega að örugglega er hægt að hafa áhrif á til dæmis með hirðingu skóga er á Íslandi allavega í mörgum tilfellum og þá til dæmis í tilfelli Heiðmerkur, Kjarnaskógar, Vaglaskógar, skógarna austur á Héraði verulega stór partur af framlagi þeirra til samfélagsins. Síðan eru það aðrir hlutir sem hafa verið nefnir eins og þetta sem kallað er þarna regulating services eða reglunar hlutverk, stóðhlutverk eins og til dæmis binding kolefnis, það eru hlutir þarna inni sem tengjast jarðvegsmyndun og svo framvegis og svo framvegis. Tilfellið er að eftir því sem ég best veit hefur ekkert skipulagt mat á þessu framlagi íslenskra skóga farið fram í öðru verkefni heldur en nefndu Heiðmerkurverkefni og ég held að það sé töluvert slæmt. Sem sagt, hér tökum við það saman að af þessu sem skógurinn veitir okkur er það einungis fyrsti hlutinn sem er talinn í gögnum Hagstofunnar. Allt hitt er ótalið og í öllum tilfellum nema í tilfelli Heiðmerkur ómælt. Og hvers vegna skiptir máli að við metum þetta? Þetta hefur ítrekað komið fram í máli Páls, komið fram í máli Arnórs, máli Hrefnu, máli Trausta. Það er auðvitað mikilvægt að vita hvert þetta framlag er, þetta framlag íslenskra skóga til íslensks samfélag vegna þess að það er réttlæting á stuðningi við skógrækt. Það að segja við þurfum milljarð á ári til þess að, eða 1,5 milljarð á ári til þess að búa til milljarð í verðmæti eða eitthvað núvirt timburvirði eða eitthvað, er allt annað heldur en að segja þessi þjónusta eða hvað segja, þessi stuðningur skapar strax
eða til þess að gera fljótt vegna þess að margar af þessum vistkerfisþjónustum verða til miklu hraðar heldur en timbrið, miklu meiri verðmæti. Og ég nefnilega efast ekki að vissu leyti hefur Ásthildur rétt fyrir sér þegar hún segir að hluti af aðdráttarafli Akureyrar hversu gróinn bærinn og nábýlans við til dæmis Kjarnaskóg en önnur skógræktarsvæði, það hafa verið skrifuð ljóð og frægir söngvar skógana í nágrenni Akureyrar. Partur af velferð íbúana hér. Þetta hefur áhrif á hvers konar skóga við viljum fjárfesta í og það kannski punkturinn sem mig langar mest til þess að halda fram hérna. Ég verð kannski þá bara borin út og aldrei boðið aftur eða allavega ekki fyrir en þeir eru búin að gleyma því sem ég sagði hérna í dag. En það ætti að hafa áhrif á áherslur okkar hvort sem það í nýskógrækt eða eins og Hrefna var að tala grísu og raunar kom Traust inn á það líka. Hvers konar skógar leggja mest til timburafurða, útivistar, náttúruupplifunar, kolefnisbindingar, skjóls og svo framvegis og hægt að ná þessum markmiðum öllum með því að aðlaga einhvern veginn hvers konar skóga við ræktum. Þannig að hverjar eru afleiðingar þessa fyrir áherslur í skipulagningu skóga inn í framtíðina með þá fjölbreytta nýtingu að leiðarljósi. Auðvitað á það ekki allstaðar við. Ég held að Hrefna hafi sýnt hér myndir af snarbrattri grjóthlaðinni hlíð einhvers staðar sem alla verður útivistarskógur fljótlega en annars staðar skiptir þetta miklu máli. Og hérna kemur þá tímabónusinn minn, sérstaklega vikið að þessari rannsókn í Heiðmörk sem að Brynhildur Davíðsdóttir sinnti á sín tíma og ég get sagt ykkur að varð til af því að ég held að hafi verið Ágúst sem nefndi að skipulag þessar ráðstefnu var orðið til í rútuferð frá Ísafirði eftir allir urðu veðurteftir þar. Þetta verkefni var til þegar Jón Geir sem situr hérna aftast var veðurteftur á svona ráðstefnu á Eiðum þar sem ég var að flytja erindi. Og ég skaut yfir hans skjólshús í mínu herbergi og við spjölluðum fram á nótt og úr var þetta verkefni. Ég tók þessa mynd af Heiðmörkinni út gluggann í flugvélinni á leiðinni norður og mér fannst ómögulegt annað en að sýna ykkur hana. Þarna sem sagt Heiðmörkin. Og þetta alls ekkert neitt rosalega stórt svæði, raunar frekar lítið og þess vegna tók ég myndina og ákvað skellinni með í erindið. Þetta fjölbreyttur skógur, hann að hluta til villtur og hluta til ræktaður og það sem kom í ljós þegar við fórum að rannsaka hann að það eru alls konar afurðir sem koma út úr honum. Það eru auðvitað viðarnytjar, einhverjar, jólatré til dæmis seldu út úr honum, kurl og eitthvað annað. Oslóar jólatréð kemur úr Heiðmerkurskógi í orðið og hefur gert í undanfarin ár. Ætti auðvitað að heita Heiðmerkur jólatréð en það annað mál. Síðan eru það hlutir eins og ber og sveppir. Ég get sagt ykkur það að allir sem komu að þessu verkefni urðu sveppa áhugamenn. Og ég hef týnt sveppu allt land og haft til dæmis mjög mikið gagn af því að hringja stundum í Bjarna Diðrik og segja hvaða skrýtni sveppur nú þetta? Og hann svarar alltaf hæl. En það síðan stýriþjónusturnar eins og binding kolefnis sem við köllum við, en síðan það fyrst og fremst þetta með umgjörð tómstunda og útivistar. Og hér erum við þá bara með myndir af skóginum. Þið sjáu að það þarna verið að taka út við sem eitthvað gert af. Árlegt virði þessa uppfært á verðlagi dagsins í dag einhvers staðar á bilinu 40–50 milljónir. Það bil helmingurinn að því eru þessar svona nytjar sem Hagstofan myndi mæla, hinn helmingurinn það sem fólk sækir sér af afurðum en borgar ekkert fyrir. Síðan þá útivistin og upplifunin og þið sjáu þarna þessar glærur verða væntanlega aðgengilegar, ég hef ekki hugmynd hvernig það virkar þið sjáu þarna nöfnin á höfundunum en það þessi mjög flinka kona Kristín Eiríksdóttir sem stóð fyrir þessum hluta sem var mat á útivistargildinu og fyrir þá sem kannski efast þá aðferðafræði vil ég segja að í þessu verkefni var beitt örugglega áræðanlegustu aðferðafræði sem til í þessum flokki sem gengur einfaldlega út á það að stoppa fólk sem komið á staðinn, spyrja það út í notkunina, mæla ferðakostnað þess og segja ef að upplifunin á náttúrunni væri ekki meiri heldur en ferðakostnaðurinn þá hefur aldrei farið af stað. Þar með ekki verið að spyrja fólk einhvern ímyndaðan greiðsluvilja, einungis bein fjárútlát þeirra vegna þess að það kom og heimsótti staðinn.
Þetta var umfangsmikil könnun, svo langsæla umfangsmesta sem gerð hefur verið á Íslandi. Við vorum með 2500 svör, 35 starfsmenn við alls konar skilyrði, og ef einhverju verið áhuga get ég sagt alls konar sögur þá skrýtnu hluti sem virðast fara fram í heiðmörka næturlagi, sem varð til þess að við hættum að hafa nemendur þarna upp frá eftir klukkan 10 á kvöldin eftir svona nokkur skringileg atvik, en það ekki efni þessa fyrirlestrar, en það þjónusta vistkerfisins á vissan hátt sem ég ekki kannski viss að við viljum monta okkur mikið af. Það sem kemur í ljós að 97% eru Íslendingar. Þetta eru auðlindir sem Íslendingar að sækja í. Útlendingar kom ekki hingað til að skoða skógana okkar. Íslendingar vilja skóga. Og þess vegna ætti það að vera auðveldara að samfæra ríkið að þetta sé partur af þeirri þjónustu sem það að borga fyrir þegar styður skógrækt. Flestir koma mjög oft. Ég hef ekki töl á því hvað ég hef farið með börnin mín oft upp í heiðmörk. Langsamlega flestir koma á bíl, og mjög stór hluti kemur í það sem ég geri þarna. Einhvern tímann hef ég nú farið þarna og skokkað, en aðalega stunda lautarferðir, berja og sveppa tínslu og svo framvegis, grilla pulsur. Þetta eru 2,4 til 6,1 milljarður á ári á verðlagi ársins í ár. Samanborið við, svo við rifjum upp 40 til 50 milljónir í beinu nytjum. Þannig að þetta þá summan. Aðföngin, þetta af stærðargráðunni 25 milljónir, stoðþjónustan af stærðargráðunni aðrar 25 milljónir, útivist og náttúra gerir hitt að námundunarskekju. Samanborið við alla skóga á Íslandi, samkvæmt Hagstofu Íslands, að þá ábatinn af þeim 943 milljónir. Það framleiðsluvirði íslenska skóga árið 2022. Útivistarvirði heiðmerkur einnar, einhvers staðar á bilinu 2,4 til 6,1 milljarður. Nú skal ég viðurkenna að heiðmörkin pínu spes og það geta ekki allir skógar verið heiðmörk. En það breytir því ekki að við hljótum að þurfa að sinna því að kanna, mæla hvert þetta framlag íslenskra skóga Þannig að hvað til ég að þurfa að gera? Já, þið þurfum að sjálfsögðu að koma til mín og við þurfum að ræða stærra verkefni en heiðmerkur rannsóknina til þess að gera svona úttekt á öllum skógum. Heildstætt mat á vistkerfisþjónustum íslenskra skóga, eftir aldri, eftir staðsetningu, eftir tegundum og öllum þeim atriðum sem þið þekki miklu betur en ég, til þess að fá mat á umfang þessarar þjónustu. Virði þess fyrir Íslands samfélag að eiga þessa skóga. Setja það upp með þeim hætti að hægt að leggja það ofan á skógarúttektirnar sem ég veit að Arnór hefur verið að gera á hverju einasta ári, þannig að við höfum tækifæri til þess að sýna hvernig þessi þjónusta þróast eftir því sem tíminn líður. Smám saman mun, og við vitum þá, við sjáum þá á myndunum frá Arnóri, timburtekjan í þeim aukast. Fram að því verður þetta mjög stór þáttur. Síðan það spurningin, þarf ekki að taka umræðu einhvers konar endurskoðun og stefnu ríkisins með það að markmiði að auðvelda skógarbændum að veita þessa þjónustu, þannig að það sé betur viðurkennt að þetta sé hluta því sem þeir eru að veita íslensku samfélagi og að hafa tekjur af því, sem ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Og þetta eru fyrst og fremst tekjur af því að opna skógana fyrir Íslendingum. Og sennilega eru stærstu tækifæri þá samspil útivistar, náttúruupplifunar, kolefnisbindingar og nytjaskógræktar. Þar eru einhver viðbótar tækifæri sem að ég sé ekki ástæðu til annars en allavega að skoða af því að við vitum að þau eru þegar að einhverju leyti til staðar. Slíkt myndi auðvelda áframhaldandi fjármögnun þessara verkefna af því að það væri þá komin tala alveg konkrét mælingar. Þið áttu ykkur á því, ferðakostnaður ekki gripinn úr lausu lofti. Konkrét mæling á því hvert framlag þessara skóga til velferðar á Íslandi nú þegar. Þetta myndi líka, ef að við bregðumst við og aðlögum skógana einhverju leyti eða förum í verkefni þar sem að skógarnir eru opnaðir eða eitthvað slíkt, auka stuðning almennings við skógrækt. Ég held meiri segja annarkvort Hrefna eða Trausti hafi nefnt þetta í sínu erindi sem eitt af því sem að skiptir máli. Nei, það var Páll sem var að tala skipulag skógana og aðgengi almennings að þeim. Og síðan að opna möguleika fyrir skógarbændur til þess að breyta skógunum í þróun einmitt eins og þeirri sem Hrefna talaði en kannski ég nú að hugsa á aðeins stærri skala, þannig
að þeir geti beint haft tekjur af því að eiga þessa auðlind sem fólk vill nálgast, vill vera í. Takk fyrir. Einhverjar spurningar á sal? Ég með mikrofónu. Já. Þakka þér fyrir nokkuð tillit. Þetta mjög áhugavert. Þetta langar ekki að segja spurning þessu tölur af hverju svona mikið og 5,20 eða 6,1. Þetta auðvitað úrtaksrannsókn og það er alltaf einhver vikmörk á svoleiðis rannsóknum. Svo stór þáttur í því sem sagt, svona spurning sem að við leyfum að vera opinni sem ámaður að reikna fólki tímakaup í tómstundum. Ef að við reiknum fólki tímakaup í tómstundum, þar að segja að ímyndum okkur að tíminn sé fórn, þá færið efri töluna. Ef ímyndum okkur að tíminn sé ekki fórn, þá færið neðri töluna. Það sem sagt strípaður ferðakostnaður pluss fórnarkostnaður tíma. Hérna spurning fremstu bekk. Já, takk Daði, kærlega fyrir þetta. Mjög áhugavert eins og búast mátti við frá þinni hendi. Þetta verkefni sem þú ert að lýsa í Heiðmörk, nú þar vantar mig ekki tíma lengur, ég nefni Heiðmörk samt, en sérðu fyrir þér að aðferðafræðin sem beitt var þar, að var ekkert að nýta hana sem sé bara á stærri skala eða hefur eitthvað lærst á þeirri verkferð? Þurfum við að vera veðurteft hérna til að fara yfir þetta? Nei, alls ekki, en ég myndi segja í grunninn held ég að 2500 þú veist, fyrir einn stað overkill. Og það er líka þannig, þegar við byrjum verkefnið, ég voru komin eitthvað á staðið að þá náðum við samningi við vegagerðina það að setja einfallega bara svona þræði í þessa 2 aðalvegi inn í Heiðmörk, þannig að þá gátum við talið umferðina og þá þurftum við ekki einn stórt úrtak. Að hlutverk úrtaksins var raunverulega bara að komast að því hvaðan varst að koma, þið veitir hversu langt að og hversu oft kemur að jafna því. Síðan gátum við bara talið bílana. Og þess vegna held ég þessi vöktun hafin á ferðamannastöðum þannig að ég held að við gætum í mörgum tilfellum komist ódýrar frá þessu heldur en við gerðum þar. Ekki þar að segja verkefnið örugglega dýrar heldur en Heiðmörkuverkefnið en við erum líka að tala landið allt. Bara það yrði ekki Heiðmörkuverkefnið skalað upp 100 sinnum. Það held ég að sé óþarfi. Já, Seldaði, þakkaði fyrir góðan fyrirlestur. Ég langaði aðeins að spyrja eitthvað sem kom ekki fram í fyrirlesturum hjá þig núna, heldur fyrir mörgum árum síðan, þú varst að kynna þetta. Það nú þannig með akkurat Heiðmörk, þú ert búin að lýsa því hlutverki þegar gegnir, en síðan það landeigandi sem lítur eiginlega bara á eitt hlutverk Heiðmörk og það að vera vatnsforðabúr höfuðborgarbúa. Já. Og það sem kom fram mann ég var að vatnið og það væri kannski einhverja skitin að 3 milljarðar króna virðið eða eitthvað, þá var í rauninni jafnvel það verðgildi ekki hægt að nota því að það væri hægt að bora eftir nákvæmlega sama vatni fyrir ofan Heiðmörk. Já, þetta alveg rétt og svo mjög mikilvægt að við gerum greinarmun á tvennu hérna. Tölurnar sem Arnór sýndi og þú ert að vísa í eru heildarkostnaður, það sé bara núvirt summa, það má segja núvirt þegar skófræðingar eru í salnum því að þeir kunna það allt saman, núvirt summa að tekjustraumi inn í framtíðina. Svona þumalputtareglan fyrir ávöxtunarkröfuna sem við notum að þá 1/20 af þessum 3 milljörðum árlegur ábati Reykjavíkur að því að þarna sé vatnsból. Hann hefur lækkað. Þessi ábati dvergvaxinn miðað við útivistargildi Heiðmerkur og allt tala það að loka Heiðmörk til þess að tryggja vatnsréttindi þjóðhagslega tóm þvæla þið vitið og raunverulega sýnir bara einhvers konar deildaskiptingu Reykjavíkur þar sem að vinstri hendin talar ekki við hægri hendina af því að framlagið til velferðar Reykjavíkur snýst fyrst og fremst aðgengi íbúa Reykjavíkur að skóginum
upp í Heiðmörk, alls ekki kaldavatni, þó það sé auðvitað frábært. Ok. Kæra þakkir. Takk fyrir. Við vorum svo ánægð með að það var engin tímamörk á þessu erindi, að það var nefnt svo oft orðið Heiðmörk.